Já, komið þið sæl og velkomin í Kaldapóttinn þessa vikuna. Gestur minn í dag, þekkja nú flestir, Maggi Kjartans. Velkomin, Maggi er á kafi bara í Jesúlaðinu. Velkomin, Maggi. Já, komið þið sæl, og þú, Já, Guðmundur. komið þið sæl. Hver var það aftur? Komið þið sæl. Komið þið sæl. Hver var þetta aftur? Þetta var Sigurður Sigurðsson sem að lýsti íþróttaleikjum í gamla daga. Ja. Þegar þeir voru í útvarpi. Alveg rétt, það var svona nefnmæltur. Já, og það var sko, maður segir stundum að tákn æsku fyrir tímana sko, æskumanns, voru þeir að viðtalsþættirnir voru í sjónvarpinu. Og landsleikirnir í útvarpinu. Það var svoleiðis. Það var sko maður í skemmtur í sjónvarpinu og það hefði eitthvað skáldjöfurinn og hérna... Allir reyktu. Já, og svo þurfti maður að fylgjast með landsleik í útvarpi og þá voru náttúrulega lýsendurnir rosalega mikilvægur tengil. Mjög. Ég man eftir þetta Sigtryggur vann, það var glímukeppnir voru í útvarpi. Hælkrókur, Sigtryggur vann. Já. Og Þursarnir gerðu einmitt lag um þetta. Já. Fyrirbrigði. Já, það var nú... Sigtryggur var glímukappi. Og hann alltaf. Já, þetta var líka tákn tímana. Ég... átti nú afa, fósturafa sem var sko, útskrifaður frá Sigurði Greipsinni á Geysi, sem var íþróttaskólari. Það maður þurfti að glíma við hann alveg í tíma og ótíma. Já, það. Já. Og allir með beltið og allt svona. Nei, það var bara rifið í buxurnar og svona. Allir brókaðir. Já, og svo stenla á maður eitthvað stað út í móa. Sniðglím á lofti, ég mæli þessu. Já. En Maggi, hérna, hvaðan ertu? Ég er Keflvíkingur. Já. Á Sauðugötunni í Keflavík, ættaður. Bílabænum. Sem hann fekk svo það viðurnefni. En því meira sem ég hugsa æsku mína sem að ég dvel nú ekkert endalaust við samt, en því meira kemst ég að því, sko, að ég er það sem að margir átta sig ekki á. Ég er landamærabarn. Við Keflavíkurflugvöll. Við Keflavíkurflugvöll. Já. Og því meira sem ég hugsa það og því meira sem ég sé af þessari veröld, því meira átta ég mig á að það var engin munur á landamærum á milli Keflavíkur og Keflavíkurflugvallar og öðrum landamærum þar sem þau eru. Það voru hlið og fólk þurfti að hafa réttindi til að fara á milli og helst að vera að vinna hinum megin við landamærin og svo framvegis. Eins og gengur og gerst út um allan heim. En ég sem landamærabarn og við krakkarnir náttúrulega urðum alveg eins og landamærabarn alls staðar annars staðar snjöll í að spila á landamærin og flytja á milli og að reyna að gá hvernig hægt væri að komast upp með það að njóta þess góða sem að var sikkur megin, sko. Og þegar þú ert komið með bara eina þunna vírgirðingu á milli gjaldmiðla, milli trúarbragða, milli tungumála, milli klæðna, milli allrar menningar, milli bíla, milli bensínverðs og allt þetta sem hægt var að hugsa sér. Það hafði mikil áhrif. Og ég er svona
Ég hef verið svona aðeins að reyna að vinna mig svona, já, aðeins að vinna með þessa hugmynd. Í sjálf og sér þetta alveg rétt sem þú segir, þetta eru landamanni. Já. Þetta var alveg... Þau eru það ekki lengur, Nei. en þau voru það. Það var til dæmis, það var fólk líka hinum megin við landamærin sem ekki hafði leyfi til að fara niður til okkar. Þó að það væri miklu algengara og auðveldara fyrir þá sem höfðu þau réttindi heldur en okkur að fara upp yfir. Já, en voruð þið að fara inn á það svæði sem krakkar? Já. Og gáttu þið bara valsaði í gegn að þið voru börn eða? Það voru sko hermenn á pick-up-trökkum sem keyrðu með girðingunni reglubundið, sátu aftan á pick-up-trökknum í fullum skrúða með vélbyssur og áttu að gæta landamæra. Og það var bara ekki svo mikið mál að tímasetja það og við hafum okkar svona holur undir vírinn. Þannig tókum Mexíkósku leiðina? Já. Það var bara farið undir girðinguna? Já. Og hvað? Og bara ráfæðin á völl og... Já, við komum okkur upp samböndum svo, við hefðum gaman að þessu. Stráklingarnir sem var búið að draga í herinn, það voru ekki allt mannvits brekkur. Nei. Og sennilega fylgdi það nú svolítið með sko að einhvers staðar var ákveðið að þessi og hinn, það væri nú bara rétt að senda á til Íslands. Að þeir sem voru neðla á kvarðanum komu svolítið til Íslands. Já, það var minnst hægt að það þyrfti að nota á í stríði og stóla nokkuð skapa hlut á það. Ísland er örugglega ekki verið efst að lista hjá flestum þeirra. Nei, en það hefur breyst í tímans rás. Ísland er ofarlega á lista hjá fólki. Og ég fór núna í hádeginu á tónleika í Skálholti og þar var kór frá Ástralíu að syngja sko tónlist, meðal annars tónlist eftir frumbyggja Ástralíu. Og voru þetta frumbyggjar eða bara Nei, þetta voru bara Evrópu fólk sko sem og það þarf að hafa eitthvað aðdráttarafl ef að fólk heilu kórarnir eru farnir að koma hingað frá Ástralíu. Ég hef komið þangað, fór þangað einu sinni. Þau kallaðir andvætlingar. Já, og ég man eftir því að í þá daga þá var ég nú svona með aðeins öðruvísi lífstíl heldur en ég hef núna. Og þá fannst mér þetta það langt að fara og ég mældi þetta svona. Ég gat dottið í það 3 á leiðinni. Og eru þunnur 3 líka? Það vel gert. Já, og hafði flugfreyjur bara til þess að laga mig til ef ég var farin að kjökra. Hvað svo? Labbar svo í gegnum skólakerfið í Keflavík og bara verður ungur maður það? Ég fór í skólan með yndislegum jafnöldrum mínum og stundaði það bara alveg ágætlega. Og svo snemma í tónlistanám. Og hvað gamall þú byrjar í tónlistanám? Ég svona, ég held ég hafi verið 9 ára. En ég var alltaf voðalega hrifinn og imponeraður af tónlist og elti upp í fólk sem áttu plötuspilara og plötur. Hvað var það sem heillaði þig í tónlistinu? Var bara allt? Bara allt. Mér fannst þetta bara
magic. Og ég var svo heppinn að kynnast eldri strákum sem voru forfallnir plötusafnarar. Og völlurinn gerði það náttúrulega að verkum að það var meðal annars partur af gæðum hinum megin við girðinguna að maður gat náði í plötur. Já, var ekki, sem fengust ekki Sigríði Helga. Já, hinar plöturnar sem fengust ekki. Já. Hvað árið erum við að tala um þarna? Þá erum við að tala um 60 eitthvað? Já, við erum að tala um 60, við erum að tala um 50 og 8. Já, ok. Ég er bara 8 ára þegar ég er farin að hlusta og blása í trompet og spila á píanó. Það var píanó heima hjá mér. Alveg bara alla tíð. Mamma mín var píanóleikari. Hún var búin að vera heilengi í tónlistarskóla og var send frá Keflavík alltaf til Reykjavíkur einu sinni viku í tíma hjá Viktor Urbansis í turninum á Þjóðleikhúsinu. Já, ok. Og þannig Drug of Choice var píanóið. Já. Þegar maður var það þannig. Já, ég er afskaplega þakkláttur fyrir það líka að mamma var alveg, hún var bara mjög hlynnt í að við fiktuðum í píanóinu hennar. Og hún hvíslaði að okkur af og til einum og einum leyndardóm sem að gat leiðrétt aðeins kúrsinn. Ok, hvernig leyndamálum? Nei, ég segi bara sagði, viltu ekki prófa kannski þetta eða. Já, eitthvað tónlistarlegt. Já, og gat leiðbeint. Já, aðeins. Fór mjög fínt í það. Sem er mjög mikilvægt við unga krakka. Það er bara forréttindi. En hvað, labbaðir svo í gegnum allt grunnnámið þitt í Keflavík? Já, í bókstaflegri merkingu þá var maður nú ekki keyrður í skólann. Þannig að maður þurfti að labba í gegnum þetta. Já. Og maður lagði á stað, ég man eftir því, maður lagði á stað með skólatöskuna, tónfræðitöskuna, trompetinn, sundfötin, dansskólaskóna. Skólaljóðin sem var 1 kíló. Skólaljóðin sem var 1 kíló. Já. Það stoppaði undir ljósastöðrum til þess að fara ná sér í nýja setningu í ljóðunum sem maður átti að kunna þann daginn. Áttirðu auðvelt með að læra? Þurftirðu að hafa fyrir þessu? Ég þurfti alveg að hafa fyrir þessu, en það er eins og með alla sumt lá betur fyrir manni en annað. Og aldurinn líka, þegar maður var orðinn eldri og áhuginn og hugurinn var farin að leita út fyrir skólabókardæmi. Það er alltaf, það er kannski það sem er mikilvægast af öllu við nútímann er það fá allir einhverja greiningar. Það eru allir einhvern veginn. Það er víst. Það er eins og að það sé til einhver manneskja sem er ekki einhvern veginn. Sem er ekki einhver rófi. Já, það er bara ekki einhvern veginn af því að þetta er náttúrulega bara það. Það eru allir einhvern veginn. Nákvæmlega. Og það verður bara að hafa það. Það er bara þannig. Já. Öll frávik eru velkomin. Já, það er mikið barist fyrir því að það sé að minnsta kosti kynferðislega. En mér finnst að það ætti að gilda bara heildrænt. Nákvæmlega. En svo við fórum aftur fórst í framhaldsnám eða? Ég fór ekki í framhaldsnám. Ég er elstur af 6 systkinum. Baby boomer. Já. Og
ég var bara, ég er 15 ára gamall þegar ég farin að spila með mönnum sem voru 10 árum eldri en ég. Já, og þá bara í Keflavík á svæðinu. Já, og bara út allt land. Já. Ég var með skólabækurnar með mér í Akraborginni og í einhverjum kálfi sem var að keyra hljómsveit austur á firði. 15 ára? Já. Já. Bara að reikna. Það er sko það barnaverndarnefnd komist ekki í dag. Já. Ég nú búinn að bíða lengi eftir þeim, en... Og síðan hefur ekki til verið spurt. Og hvað var þetta þá eitthvað, bara hinir og þessir, var bara búin til einhver hljómsveit? Við vorum náttúrulega með skólahljómsveitir í Keflavík. Við vorum sko, eins og þú sagðir áðan, og vorum við náttúrulega í Bítlabænum. Og þetta voru hetjurnar okkar sko. Og komu óvinni margir úr Keflavík í Við vorum allir saman í einu grauti sem strákar og það var bara orðið sjálfsagður hlutur að eiga gítar og bassa og svo fengum við inni sko þeir föttuðu það sko menninir eins og krakkarnir segja sem sko höfðu lyklavöld af félagsheimilum og svona danshúsum og skemmtihúsum. Þeir föttuðu það snemma að með því að vera sæmilega næs við okkur strákana og að skaffa okkur aðstöðu, svið og annað, og rafmagn. Og að þannig stuðluðu þeir að framtíðar samstarfsfólki. Og þetta voru kjöraðstæður. Við röltum bæinn, man ég, á fallegum sumardegi einu sinni og fengum lánað trommusett sko og vorum með hjólburur til að koma í á réttan stað. This long way to the top. Já, og einhver tímann hringdu við dyrabjöllunni, vorum að fá lánað trommusett og þá stóð þar ungur maður, Einar Björnsson, Björnsamagg í Keflavík og hann vissi alveg hvað við vorum að koma að gera. En við komumst ekkert að þess að bera berindi því að hann sagði sko, strákar, hafið þið heyrt nýja stónslagið? Nei, sögðu við og þá sagði hann, vá, það er alveg rosalega flott. Það er svona... Þannig að skilaboðin komu víða. Það var ekki settur hljóðfall í þátt. Það var ekki réttur rammanni síminn eftir. Ég var nú að biðja son minn út af því að þessi umræða af því að við erum konir hérna símanum og verið að segja með í manna að ég var að biðja son minn að gá hvort að gervigreindin gæti ekki búið til mynd af skólastofu þar sem að væri sko skífusími á hverju einasta borði og geta varpað fram spurningunni, haldið þið að þetta hafi verið svona? Hvernig haldið að kennarinn þið geta haldið athygli okkar ef að við hefum haft síma bara á borðinu? Með skífusíma? Já, bara. Þetta er mjög komisk mynd að sjá fyrir sér í skólastofu. Já. Og hvað gerði þið? Ég er að bíða bara spenntur eftir póstinu. Já, þannig að tölvugreindi virka þannig að hún er að melta þetta. Já. Og svo svarar hún þig. Men hún þarf að setja þetta saman. Nei, ég ger þetta ekki, ég nenni þess ekki, en ég segi svona hugmyndir við syni mína, þeir leysa þetta svona þegar þeir eru einhvers þar að hafa tíma til. En ef þessi mynd með símana birtist, þá eru það að sýna mér hana. Ég skal senda það núna. Já. En hvað er svona
vissirðu þarna bara sem ungu maður og tónlistin yrði rauði þráðurinn í gegnum Mér var nú lífið? bara svolítið mikið sagt það. Já, Sko, var einhver aðra pælingar já, með þessu? nei, ég var bara, ég var með sérstakann hlaupastíl og hitti illa boltan. Þannig að það var fljótlega afgreitt og reyndi fyrir mér í marki og ég held ég hafi verið alveg þokkalega þar svona. En ég fór í tónlistarskóla og var með góða kennara og var í drengjalúðrasveit og spilaði og var tekinn af kallónum í fóstur, sko. Það góða við að vera sko í lúðrasveit og vera sæmilegur var það að eldri kallarnir sem voru í kallalúðrasveitinni það hétu drengjalúðrasveit og kallalúðrasveit sko, það var bara aðgangur bannaður fyrir kvenkinni. Já, það er svoleiðis. Já. Og kallarnir þeir voru sko, þetta voru athafnamenn og gátt tekið mann í vinnu til þess að sko halda sambandinu. Þeir hugsuðu fram í tíman líka og ég bara, já, ég elst bara þannig upp bara. Ég á æfingum og í sundi og dansskóla og tónlistarskóla og tónfræði og píanótímum og trompettímum og samæfingum og söng í kirkjukórnum, barnakórnum, hvað þetta heitir allt saman. Það var svona borðliggjandi hvert þú myndi fara. Já, það var bara, mér var alltaf eins og einhver sagði, sko, ég hefði ekki farið út í þetta ef mér hefði ekki verið synd. Skilvi. Og því var hindastað. Já. Hvað er fyrsta bandið sem fyrir að bera á sér? Það hét Echo. Elko? Echo. Bergmál. Já. Og þar spilaði ég á bassa. Varstu liðtækur á hljóðfærið? Nei. Ég spilaði bara bassa, það vantaði bassaleikara, þá bara spilaði maður á það, lærði bara á það. Það var frekar svona, já, það var ekkert allt of flókið þá. Það voru einföld lög. Pop tónlistin var svona rétt að byrja og rockið var mjög einfalt, það var ekki orðið, menn voru ekki farnir að spreyta sig sem hljóðfæraleikarar. Maður þurfti að kunna nokkur lög með drogs og svona og spila á skólaballón. Ég held að við höfum kunnað 3 lög þegar við spiluðum á fyrsta ballinu. Og svo bara replay? Ég bara endurtekinn aftur og aftur og ég vorkenni ennþá fólkinu sem er þetta til að skemmta sér. Skánuðu lögin þegar leið á kvöldin? Já, þau hafa alltaf gert það. Og svo sko, fór maður að fá vinnu upp á velli eða fyrir herinn. Þeir voru með alls konar klúbba. Her er rosalega stéttskipt fyrirkomulag. Það er ekki menn hátsettir blanda sér ekkert við látsetta. Nei. Það er bara alveg fyrirmyndar stéttaskipting þar. Og þeir voru með sína klúbba, það voru officerarklúbbar og það voru CPO-klúbbar og svo eitthvað fyrir skrýlin. Og Animal Locker. Það var fyrir óbreytta. Já. Það var bara dýragarðurinn. Og maður spila á öllum þessum klúbbum og þeir voru að fegnir að fá einhverja svona til að gera þetta. Við Keflvíkingarnir höfðum forgang í langan tíma að þessari vinnu, að því að það var stutt í okkur.
Og var það betur borgað upp á velli heldur en Já, niður í bæ? svo tekur félag íslenskra hljómlistamanna við þessu, verður tengill við bandaríska fyrirkomulagi. FIH. Já, og fer að deila út þessari vinnu svona meira yfir alla línuna. Já, þannig þau voru allt inn búin með texta. Já, og svo allt í einu, þarna lærði maður sko hvað gerðist við gengisfellingu. Maður fekk bara lægri laun. Af því að kaninn borga alltaf jafn háa upphæð í dollurum. Og fenguð þið dollara seðla? Við fengum það, já, sumstaðar. En svo þegar FIH tók við þessu, þá fór laun að verða í íslenskum krónum og lækkuðu bara alltaf stöðugt. Snokkar áttur. Já, þetta var alíslenskt. Nákvæmlega. En Ekko, lifðu þið eitthvað? Við erum allir lifandi. Þeir sem voru með þér í Ekko, voru þeir áfram? Já, það var til dæmis og við héldum áfram og héldum sambandi lengi, sko, að mér fannst lengi framvettir, en það hefur verið svona fram að því að ég er svo svona eiginlega pikkaður upp af eldri strákum. Var nú sennilega svona vel bráðþroska líka. Byrja að spila á trompet með hljómum í Austurbæjarbí og óðmönnum inn á plötu og í sjónvarp og svona, þetta gerist svona bara eins og það gerðist nú frekar rattar saman. Já, bara tröppur. Þeir sem gátu, þeir fengu. Bara svoleiðis. Já, þannig. Því sko, senan var ekkert stór í sjálfu sér. Nei. Þannig þetta voru ekki einhver tónlistarmaður sagði mér eldri kynslóðinni, sko, að þeir voru bara á sama staðnum bara í marga mánuði sem band stafarins. Já, það kom svo aftur á móti seinna hjá mér. Ég var bara frílans maður. Við spiluðum bara út allt land, sko. En það voru notaðar glufurnar, sko, sem komu stundum í kerfið. Já, hvernig það? Þetta sko, Ísland allt saman voru svona, það voru jarlar, sko, sem áttu við svæði. Já. Þú þarft ekki að hugsa þér lengi til þess að muna eftir því að Dumbo og Steini áttu Akranes og Borgarnes og Borgarfjörðinn. Það var töluvert af félagsheimilum og langt út á Snæfellsnes og víðar. Baldur Geirmundsson og þeir voru frá Ísafirði og höfðu Vestfirðina nema að hljómsveitin Falcon með Jón Ólafsson á Bíldudal sem söngvara höfðu svona Suðurfirðina, þeir gátu svona skipt þessu svona milli sín. Var þetta landfræðilegt að menn, eða var þetta rætt? Láttu þetta í friðistrákar? Nei, þetta bara myndaðist út af samgöngu. Geirmundur var með Skagafjörðinn og frá Sauðárkróki og vel niður í Húnavatnssýslurnar og það og hann hljóp á vegg þegar hann kom inn í furstadæmi Ingimars Heydal á Akureyri og Pálma Stefánssonar sem síðan ráku sig á vegg þegar þeir komu í Þingeyjarsýslurnar í einhverja hljómlistamenn þar og svo ragnaði sig á vegg þegar maður kom Ómar frá Eskifirði voru með Austfirðina og einhverju voru með Hornafjörðinn og það var nú ekki hlaupið að ég komast hér inn í félagsheimili eða annað út af því hér áttu Mánar og Steini spil, svæðið alveg austur að Vík. Já, lengra. Var þetta svona stíf? Svona var þetta stíf. Og við erum að tala þarna 60s vantilega, 70s? Já, við erum að tala 62 til 75
Og þetta var bara svona eins og mafían, ég á þetta svæði. Já, þetta ég á þetta svæði og ég á hitt, en mig langar aðeins til þess að fara yfir á hitt svæðið til að kanna hvar ég stend og þá opnuðust glufur. Svona var þetta bara. Það er mjög sérstætt, ég hef aldrei heyrt þetta áður. Ég hef aldrei heyrt þetta heldur áður. Þetta er allavega góð saga. Það verður ekki að vera þykir. Já, það verður þá að afsanna þessa kenningu. Nákvæmlega. Það er eins og Facebooki, þú er alltaf að afsanna allt sem þú segir þá. Já. Eða að sanna að allir konið í þetta. En hvað, svo tók poppið yfir og progressive rock væntanlega, Trúbrot voru náttúrulega, voru þeir ekki alveg dansandi af línunni, progressive rock? Jú. Svolítið hippa arfleiðin og... Jú. Þeir fylgdu bara straumnum eins og allir aðrir og náttúrulega höfðu ansi mikið forskot. Þessi tónlist er ennþá til í dag og er ennþá verið að hlusta á það. Já. Við spilum við Troðfullur í Eldborg, héldum upp á 50 ára afmæli plötunnar Lifunar. Já, einmitt. Og já, þetta virðist, sko, það eru voða margir sem að halda að þetta fari, það hverfi. Það gerir það ekki. Ég veit ekki betur heldur en að ég sé með Troðfullan skáp á Íslendingasjónum heima. Sko, þetta fer ekki, Nei, þetta verður alltaf annað. Já, það er bara, sko, það fer suð, en annað verður eftir. Nákvæmlega, en á þessum tíma, ég lifði nú þessa tíma aðeins og eftir þér samt, sko, og eins og ég var að rifja upp hérna áðan með þér, ég man eftir ég sá þig í fyrsta sinn í sjóliðajakkanum, hvíta, á sviði í Laugardalshöll og varst mjög fjörugur á sviðinu, ég hef bara verið 12-13 ára. Já. Og ég var náttúrulega alveg bara starstruck strax yfir þessu öllu saman. Þannig man ég fyrst eftir þér, sko. Já, þetta var stærsta sviðið, það var Laugardalshöllin og Háskólabíó. Þetta voru staðir sem að meikuðu eða breykuðu. En svona, hvernig virkaði þetta svona inn í early days, sem að sletta aðeins? Voru það þið sem áttu frumkvæði að þessum böllum eða var beðið eftir símanum á borðinu eða einhver hringdi í ykkur? Hvernig virkaði þessi marketing? Ég er nú ekki mikið markaðsmaður og ég get alveg sagt það. Ég held ég aldrei tekið upp símann þegar að leita mér að vinnu. Nei, aldrei? Nei. Ok, vel gert. Það segir nú maður. Ég hef bara beðið og tekið rólega. En ég hef aldrei þurft að bíða lengi. Náður að spila hér? Nei. En ég spilaði í borg hérna 15 ára, 16 ára gamall með hljómsveitinni Óðmönnum. Nýjuborg sem þá var alveg sprungun nýtt félagsheimili og ég man eftir því svo skýrt sko að því að þá var hurð aftan á sviðinu. Þau búið að steypa upp í. Og ég man eftir því að þegar ballið var búið og var búið að raða öllum hljóðfærunum í bílinn og nú var komið tími til að fara heim og barnið í hljómsveitinni var látið sitta fram í og þegar ekki byrjspöldi? Nei, og þegar maður spilaði sko rommi við bílstjóran á vélahúsinu á leiðinni, það voru svo lélegi vegirnir og þetta voru svo miklu þykkir og þetta var farið svo hægt. Og alltaf er að skipta dekk í þá daga. Ég á svona endalisa minningar í því. Í rok og rigningu að skipta dekk. Já. En ég man eftir því að þegar bíllinn var komin í gang og það voru kveikt ljósin. Þá voru nú ekki allar þúfurnar sem að ljósin lýst á. Það voru ekki allar alveg kjörar.
Ok, bara fólk að fjölga sér út á túnni. Já, það var bara á sínu balli, sko. Það var sveitastemmingin fyrir allan peningin. En varstu 15 ára, veist, drakkstu, varstu að nota áfengi með, varstu að spila og... Ég var nú bara samkvæmt mínum aldri og svona var ég var nú bara, sko, ekkert rosalega fljótur til, sko. En þetta kom alveg hjá mér, sko. Já. Já. Ég sé enga ástæðu til þess að tala neitt dulmál það. Nei. Og þegar maður með sér mikið eldri mönnum að þá það nú, þeir vildu nú passa vel upp á mig svona til að byrja með. En svo gleymdist það og maður nýtti sér færið. Já, það var einn þjóðþekktur tónlistarmaður hér í viðtali daginn. Já. Og hann sagði okkur Gunnari Bjarnar það og öllum nethefum að hann í langan tíma var hann sauðdrukkinn upp á sviði meira og minna. Já. Og enginn tók eftir neinu. Að það hefði verið mikið neysla. Já, það var nú mjög misjant. Ég veit alveg hvernig þú ert að tala. Bara og þegar við komum saman, ég og þessi maður, umræddur, þá var oft helviti gaman hjá okkur. Ekki? Jú. Já. Og sko, það hélt okkur engin bönd. En svo held ég nú að skynseminn hafi svona tekið mann upp á raskatinu á réttu augnabliki. En þið, sko, Ísland var svo lítið, allan í mínum huga þá, veist, og það var stutt á milli fólks og auðvelt að ná í alla og allt þetta. Þannig að þið eru svona stjörnur þess tíma hjá unga fólkinu. Funduð þið fyrir því að vera í þessu stjörnuhlutverki? Já og nei. Svona að verða þekkt manneskja? Já og nei. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að það mjög persónubundið hvernig sko hugsunarháttur fólks Sumir eru á eftir fræðaljómanum og elta hann. Og hann sko markmiðið og dræfið í öllu sem að sumir eru að fást við. Svo eru aðrir sem eru svona meira að hugsa annað og fókus ekki jafn einblína ekki jafn mikið bara á þetta. Þetta náttúrulega fyrir alla á einhverjum tíma ævinnar þetta mikilvægt. En ég einhvern veginn hef komið úr þannig umhverfi og verið svo heppinn að kynnast mjög góðri stúlku og sem síðan var kona mín bara mjög snemma. Hvað er þetta gamalt cirka? Við erum svona 15-16 ára þegar við erum að byrja að krunga saman, sko. Og það hefur haldið. Allar götur? Allar götur. Vel gert. Og aldrei verið betra. Og sko það ég eins og ég sagði áðan, sko, elstur af 6 systkinum og átti góða foreldra sem að studdu mann í öllu og svona og það skiptir voða miklu máli þessi mynd. Já. Maður fékk að heyra það.
Ef einhver hafði eitthvað að segja. umbúðalaust ef einhver vildi segja eitthvað við mann. Nákvæmlega. Og, Til íslenska. já, og svo það bara svolítið eftir því hvað, sko, það einhvern veginn allir þannig að þeir mistúlka með að það henta þeim. Já, nákvæmlega. Og svo eru menn rosalega misduglegir í því. Að mistúlka þær upplýsingar sem að umhverfið gefa þeim. Nákvæmlega. Svo móðgunarþröskullinn mishár, Hann færist til, sko. Það mjög lágur í dag. Já. Það auðvelt að móðgast. Já, það náttúrulega, sko, við getum eiginlega ekki borið tímana í dag saman við eitt eða neitt. Þetta svona, tímarnir í dag eru svolítið þannig að það hver og einn upp á hvern og einn komið að skrifa sína eigin ævisögu eftir því hvað menn geta verið duglegir á netinu og Facebook. Jú. Og þetta bara eins og ef að Morkin hefði allt í einu ráðið, sko, 70.000 blaðamenn og hvernig heldur það hefði verið að lesa hann þá? Þessu helst yfir mann og sko, ég hlæ alltaf jafn mikið að því, sko, ef einhver á afmæli að þá birtist mynd af einhverjum allt öðrum heldur en þeim sem á afmæli. Af því hann að óska hinum til hamingju sem að sést eitthvað staðar lengst á bakveðan. Já, meina, ég teki eftir þessu líka. Dúddi frænda afmæli og Dúddi einhvers staðar bara, hann lengst. Hann lengst fyrir aftan einhvers staðar, bara að kíkja út klósetturðina, sko. En einhver alveg æðislega fremst, alveg hreint í kastvaranum, sko. Sem á bara ekkert afmæli. Nei, en óskað Dúdda til hamingju með afmæli. Dúddi örugglega glaður með það. Það ein spurning. Já. Náðurðu að lifa af því að vera tónlistarmaður alla tíð? Við skrifuðum undir fyrstu íbúðakaupin okkar þegar við vorum 16, 17. Já, svona ung. Já. Já. Og þá var það blokk sem var í byggingu eins og gengur og gerist. Svo allir þrá að geta gert í dag. Það dregið unga fólkið með sér í byggingarbransan. Og ég hef unnið mörg mismunandi störf og með tónlistarbransan. Já. Þú aldrei hætt tímabundið og farað á sjóinn eða eitthvað svoleiðis? Sko, maður varð á tíma. Maður hefur, þetta vissulega sveiflukennt. Og þá hefur maður orðið að bjarga sér. Já. Og stundum var bara ekki nóg að spila bara eitthvað staðar. Og stundum var bara ekki vitið í að hanga á virkundum eitthvað staðar. Til að bíða til helgi. Nei. Það var bara misskilningur. Þannig að það var alltaf unnið. Já. Maður var í lausabransa og alls konar. Ég vann hjá... Hvað ömurlegasta jobb sem fórst í? Ferðaskrifstofunni Sunnu, sáum grísaveislur og alls konar samskipti og ferðaðist landið og heiminn og ég var hjá sjómannsmarkaðnum og ég verið svona í hínu að þessu. Já, bara svona verkefni. Maður var alltaf tilbúin að bjarga sér. En Ísland nú ekki þannig, ekki allavega í dag að menn þurfa lengi að leita sér að vinna eða vilja vinna. Nei, hann á að vinna í boði, sko. Já. Það er eftir hvort að klæði viðkomandi eða ekki, það er svolítið. Já, þetta er margslungið og það er kannski umræða sem við skulum ekki fara út í hérna nema þú viljir það
að það nú svolítið skrítið finnst mér og ég vona að enginn móðgist við það þegar ég segja að það stuðaði mig þegar að kom í fréttunum að Rússar hefðu ráðist á Úkraínu og von væri á rosalega miklu að vinnuafli til landsins. Ég sé ekki munin á þessari hugsun og bara þegar menn biðu eftir þrælaskipum í gamla daga. Já, þú stillir í þannig. Já. Svoleiðis að það eru tugþúsundir útlendingar sem að vinna á Íslandi. Ekki 50-60.000 Það tölu 30 og eitthvað tungumál bara í grunnskólakerfinu í Reykjanesbæ. Já, hugsaður. Og maður var skammaður fyrir að bregða fyrir sig ensku hérna í gamla daga. Já. En tekur eftir því að hvernig málfarið hefur breyst. Þetta daglega mál, þegar maður hlustar á yngri kynslóðina, hvernig þeir tala og kynslóðinar á milli okkar, svo okkar kynslóðir. Að ég viðurkenni það bara fúslega hér að ég á stundum erfitt með að skilja. Ég á 2 19 ára gaura. Og þetta er annað tungumál. Já, það var sagt mér. Já. Og maður svona, það var sagt mér. Gunnar Dahl skrifaði eitthvað staðar í Heimspekingur, skrifaði eitthvað staðar að það var ein mesta tímaeyðsla sem hægt var að nefna væri að fólk væri að eyða tíma í að hafa ágjör á tungumálinu. Tungumál hefðu það eðli að þau kæmu og færu bara hingað og þangað. Okkar tungumál sko indó-evróst og kom ykkur staðar frá. Germanskt í grunninn. Sko. Já, kom ykkur staðar frá og á ykkur kannski ferð bara eitthvað annað. Við veitum það ekki. Þetta kannski endastöð, kannski ferða hér fyrir Stapa, ég veit það ekki. Kannski deyra með okkur, en ég hefði á tilfinningunni, sterklega á tilfinningunni bara að rýna í unga fólkið að eftir 100 ár þá verða einhverjir sérvitringar í háskólanum sem kunna þessa íslensku sem var töluð hérna. Ég meni þeir voru að byggja hús íslenskunar og þeir klættu það með svo miklu góðbara, íslenskan bara lokuð þar inni. Hún gemst ekki út eins og niður. En sko, ég sé þetta svo ríkjandi í ungkynslóðinu að það svo að hugsa ensku og þýða yfir á íslensku. Já, útkomin skelfileg. Það sko, þetta gerist, sko, það hægt að hafa á þessu nokkra skoðanir. Það meðal annars hægt að fordæma þetta. Og svo, en við getum það ekki á meðan að tölvuheimurinn býður ungu fólki upp á þætti endalausa og kennslu og hitt og þetta efni helstu áhugamál unga fólksins. Nákvæmlega. Hvar ætlar þú að finna aðgangað hjólabretta heiminum eða reiðhjóla BMX heiminum eða bara hverju sem er. Ég meina, þegar þau eru að læra það sem þau hafa áhuga á og því mætt á ensku. Hvað gerist? Þetta sem þú mást að segja. Bara bjarga sér. Og eðlilega og gera það. Það ekkert óeðlilegt við þetta. Nei, það það ekki. En ég held einhvern veginn þetta sé tómmál að tala þetta ég var halda í íslenskunni eins og við getum, en ég hefði einhvern tilfinningunum að þetta væri svolítið orðinn í skurð einhvers staðar, en þá bara þá. Sko, ég tek Gunnar Dahl mér til fyrirmyndar og hans orð. Ég hef ekki áhyggjur af þessu. Af hverju að hafa áhyggjur, það eins og það sé ekki nóg til þess að hafa áhyggjur af. Af hverju hefur maður ekki áhyggjurnar sínar af einhverju sem að maður getur breytt, en ekki að vera að hafa áhyggjur einhverju sem maður hefur ekkert segja upp.
Nákvæmlega. Þetta bara kerfisins, þetta er á ábyrgð stjórnmálamanna og forsetans og þetta. Þeir tala þetta, venda íslenskuna, setja hana inn í, gera hana máli ríkisstofnana og svo framvegis, halda það bjargi öllu, halda þetta unga fólk sé bara starandi upp í ráðunitin til þess að viðhalda íslenskunni. Það bara ekkert svoleiðis. Það ekki svoleiðis. Það ekki svoleiðis. Þannig einhvers staðar verður þetta svo bitlaus barátta og blási í lúðra og íslenskan og móðurmálsdagurinn en svo einhvern veginn þegar Hólminn komið þá þetta bara grúpmáttlust einhvern veginn af þessu eins og þú segir. Ef þetta ekki gegnum tölvurnar, þá tínum við þessu. Já, hugmyndaauðgi yfirstéttarinnar ekki neitt. Nei, ég tek undir það. Reynir á pólitískt réttur. Já. En það ekki, ég skil alveg áhyggjur fólks gagnvart þessu, en svo þroskast og þróast tungumál, þau gera það. Til dæmis í Englandi, þar töluð velska á einhverjum svæðum. Þannig að ég hef nú ekki kannski stóra áhyggjur af þessu. En svo voru þið sakaðir þetta, tónlistamenn, að eyðileggja ungdóminn með þessum ensku textum alltaf hrein. Ég á mynd af mér þar sem ég sit svona eins og ég sit á móti þér hérna, á móti Vigdísi Finnbogadóttur, sem þá var leikhússtjóri og sjónvarpsstjarna og áður en hún var forseti. Að kenna okkur fransku. Já, meðal annars. Og hún, þessi elska, var svo kona sem að ég, og sá forseti sem að ég skipti mig einhvern veginn mjög miklu máli, fær mig í viðtal til að ræða enska texta. Og hún náttúrulega tók mig algjörlega bara í nefið í sjónvarpi allara landsmanna, í svart-hvítu. Og það var, og ég labbaði sniftur frá því og það var allt í lagi, það var einhvern veginn samt indælt að þetta skildi vera hún. Og þá, svo seinna, þá áttaði ég mig á því til dæmis að Íslendingar get ekki látið heyra í sér út í heim. Ef að þeir syngja á íslensku. Nákvæmlega. Þannig að það ekki hægt. Við ættum ekki Björk. Nei. Við ættum ekki Sigurrós sem að syngur náttúrulega bara á einhverju sínu tungumáli. Jú. Og eða við ættum þetta ekki og jafnvel ekki þá athygli sem að landi hefur fengið út í hinnu stóra heimi ef að við hefðum bara værum hérna að hneggja hérna lögin. Og ég spilaði einhvern tímann á vola fínni samkomumanni í hátíðarsal Háskólans og þar var fyrrnefndur fyrrverandi forseti meðal gesta og þar kom Brynhildur söng- og leikhússtjóri og söngkona og söng Edith Piaf á fransku og þar ljómaði allt í einu þessi manneskja sem var á móti erlendu tungumálum í söng af því að þetta var á hennar second language. Já, nákvæmlega. Eða á hennar, hinnu tungumálinu hennar. Eða einu af mörgum, ég veit ekki hvernig það er. Og ég hef séð þetta gerast, svo situr fólk alveg í andakt í salnum í Kópavogi og hlustar á ljóða, sönglög Schuberts og allt á þýsku og það allt í lagi. Þetta alltaf allt í lagi nema bara ekki á ensku. Af því að við erum ennþá í kalda stríðinu.
En ég man, þetta var mikil umræða í samfélaginu. Já, Þið já, voru já. svolítið skotspot tónlistafólki. Já, 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 já. Alveg gargað. Fordæmdir alveg. Alveg. Og ég held að Bubbi sé svo eini sem er svona þekktur sem er aldrei sungið á ensku eða eitthvað. Nei, það bara hann kann hann ekki. Það einnig. Hann kann hann ekki frekar en heldur en svo mörg önnur tungumál sem hann kann ekki. Allavega, virðingu fyrir því að hafa staðið vaktina þar. Já, já, ég meina það er, sko, það er náttúrulega, sko, þetta snýst ekki hvernig, heldur hvað. Þetta snýst hvað ertu að segja, ekki hvernig þú segir það. Nákvæmlega. Og það er bara það sem skiptir máli. Það er það sem menn eiga að láta sig varða. Já, og svo er líka hægt að segja það á marga vegu á þess að segja nokkuð. Það er með viðhorfi, sem sagt, body language og Já. En mér langar að spyrja því, sko, þessi klukkutími búin að líða svo hratt hjá okkur, þetta spjall. Voru aldrei ambisjónir í ykkur, sem með trúbroti annars staðar, að svona meika það út í einu stóra heimi? Var aldrei lagt í neina svoleiðis vegferð? Jú, við vorum á þannig vegferð. Við vorum með Amerikana hérna heima og þeir Gunnar og Rúnar þekktu Amerikana sem voru búin að reyna að fá þá til að koma út og allt saman. Það, sko, þegar okkur var boðið að koma til Bandaríkjanna og að fara þar á klósettið, sem er kallað, það er að segja spila á litlum klúbbum og fyrir ekkert og lítið og lifa á hamborgurum og bjór og svo framvegis. Þá bara voru við allir komnir í skuldbindingar. Við vorum komnir með eiginkonur, börn og Þannig að það var ekki gerlegt að leggja í það var bara ekki að ræða. Nei. En var vilji til þess? Voru menn svona Já, menn vissu alveg, en þeir, sko, menn voru fastir í hinu netinu, sem betur fer. Já, örugglega fyrir marga. Já. Fyrir marga, já. Það er löngu leið á toppinn, sko, og gerist ýmislegt. Já, og það er líka bara, sko, en stóra spurningin er alltaf að verða skýrari og skýrari. Að eyða miklum tími að halda að það sé alltaf allt einhvern veginn öðruvísi, betra og meira til að sækjast eftir hinum megin við eitthvað. Það er bara rosaleg tímaeyðsla. Maður heldur alltaf að bara það eitt að fara upp í flugvél verði til þess að maður verði komin á stuttermaskyrtu og stuttbuxur og á reiðhjóli bara úti bara að leika sér. Það bara er ekkert svona sem við erum að sjá í sjónvarpi dag eftir dag, bara heilu borgirna fljóta bara út á haf og fólk að reyna að bjarga lífinu innan bíla og báta og mannaskít á gólfi. Inn í miðri borg. Já. Ég meina, sko, heimurinn er ekki svona eins og hann var kynntur fyrir manni á sínum tíma. Nei, nákvæmlega. Það er, sko... 40 stiga hiti, ekki bjóða með það. Ég var brjálaður. Það er svona að lokum, langar mig að fá viðhorfi til tónlistarsenunnar á Íslandi. Fylgistu með henni? Ertu svona ennþá virkur svona... Nei, við getum nú ekki sagt að það sé fyrir 72 ára gamla manna að vera eitthvað staðar að dingla á einhvern klúbbum til að fylgjast með einhverju senu. Einhver stendur í út úr? Það er bara, ég heyri í útvarpi og ég sé í sjónvarpi og hlusta svolítið eftir hvað fólk er að gera. Og mér finnst bara mjög gaman að þetta er allt að stærstum hluta er þetta alveg indælt. Þetta er ekki ofsalega mikið sprungun í. Nei, það er
Ég horfði í speilin daginn og hugsaði, ég bara var orðin gamli kallinn, sko, eftir að hafa fylgst með einhverju svona íslensku ungu fólki í tónlist. Já. Og ég sagði, já, það hlýtur bara að vera ég er orðin gamli gæinn. Veist, því að mér fannst þessi hringur vera, sko, í 20. sinn einhvern veginn að fara aftur. Já, já. Með áhrifum frá gamlu meisturunum, veist, ykkur og fleirum og einhvern veginn. Mér finnst ekkert nýtt vera að gerast. Kannski ég er ekkert hægt að gera neitt nýtt. Kannski er þetta bara að vinna úr bara komið. Já, bara komið. Nei, þetta hefur alltaf verið komið. Er síðasta lagið búið að semja? Nei, þetta hefur alltaf verið komið. Það er eins með tónlistinni eins og skákina. Það er ekki búið að krakka geimið. og þetta mikið af þessu unga fólki er verulega skapandi í sínu og er með sínar ambisjónir. Mér hefur fundist skemmtilegt að fylgjast með hvað fólki er mikið og miklu meira að láta taka til sín. Þeim líður betur einum heldur en kannski í hóp, heldur en strákum. Það eru voða mikið með gítarinn eða piano eða eitthvað og semja og syngja og standa bara á einn fótum. Getur tekið dæmi eins og Laufey og allar þessar Unur og þeim eru held í 3 ára. Hún er að gera stóru hluti úr Laufey. Já. Já, hún er náttúrulega bara að fletta í American Songbook. Hún er bara að gera eitthvað sem að Diane Kroll hefur gert og bara Tony Bennett og Frank Sinatra og þessi gæjar allir saman. En hún er að gera það einhvern veginn þannig að fólk finnst meira gaman að heyra hann að gera það heldur en Margara sem er tilbúin að reyna það sama. Nákvæmlega, vel sagt. Þannig þetta er svona raunverulega að koma nýja kynslóðir eins og fyrir þetta í kringin enn. Maður er farin að sjá herðapúðana aftur síðan í 80s. Já. Og það þykir mjög smart og... Sko, tískan er alltaf að fara í hringi og hún gerir það í öllu. Og þetta er allt meira minna tísku tengt. Það sem að ég hef svolítið áhyggjur af, eða ekki kannski áhyggjur, ekkert frekar heldur að tungumálinu, er það að tölvurnar eru að taka þetta allt saman voðalega mikið yfir. Þetta er greinilega voða mikið ung, falleg, hæfileikarík stúlka og gaur sem er ógeðslega flinkur á tölvu. Það er meira og minna kombinasjónin í dag. Þau hafa ekki staði til að spila á, þau hafa ekki, eru ekki í svo miklum samskiptum við hvort annað sem tónlistafólk. Þetta er kombinasjónin voða mikið. Þetta er þessi tími. Hugsanlega kemur þetta aftur, ég veit ekki, ég ætla ekki að gera það. Nei, þetta hefur breyst, þetta er einhvern veginn allt orðið rosalega rafrænt eitthvað. Þetta eru lúppur, og nú er gervigreindin komin inn í þetta, nú þarftu ekki að semja og biður hana bara að gera það. Og greiði strákurinn sem er búinn að fjárfesta í gífurlegu safni af sömplum og hljóðupptökum og lúppum og dóti til þess að geta þjónustað fallegu hæfileikaríku stúlkuna. Þetta er alltaf að visna upp inn í tölvunans og hann þetta er tíminn mun leiði ljós hver var sko flinkastur á gervigreindina og þannig bara gerist þetta og það er, ég meina einhvern veginn við sögðum hérna fyrir í þessu spjalli okkar sögðum við sko það er allir einhvern veginn en það er ekki bara allir einhvern veginn það er allt einhvern veginn og verður að vera Nákvæmlega. Og lokum, hvað ertu að bauka þessa dagana? Ertu bara að chilla í sveitinni? Þú varst með einhverju uppákomu, sá ég einhvers staðar? Ég var með tónleika með eigin efni og annara í Eldborg. Já, alveg rétt. Já, vel gert. Og með yndislega stráklinga, bæði eldri borgara með mér og yngri borgara. Og unglingahljómsveit
og alls konar og það var bara, ég hef ekki heyrt annað en að fólk hafi haft bara mjög gaman af því. Ég er óskaplega glaður, ég átti alls ekki von á því. Það gæti nokkur, fyrsta lagi ekki, gæti nokkur haft gaman af þessu og í öðru lagi að fólk myndi mæta í þetta svona mikið fjöldi og þannig að núna er ég aðalega bara í ullasokkunum og síðan nærbúrsónum og í sveitinni og búin að vera að fara á hestbak svolítið og já, allt sem ég þorði ekki að gera fyrir tónleikana því ég var svo hræddur að handlegsbrjóta mig eða höfuðkúpubrjóta mig eða puttabrjóta mig En þú púlaðir þetta og þetta kom vel út, ég heyrði jákvæða umfjallanir þetta. Já. Og nú er þetta bara búið og þetta er fyrir aftan og ég veit ekkert hvað er fyrir fram annað heldur en bara kona mín og börnin mín og barnabörn og hundar og hestar og dásamleg sveit. Heyrðu, þú átt stórt líf, Maggi. Skál í boðinu. Takk fyrir að koma og gaman að fá að kynnast þér. Sérdilis. Sömuleiðis. Takk. Heyrðu, takk fyrir að hlusta, horfa, hvort sem þið eru að gera, en ég minn á það að ég geti sendt mail á týr@tyr.is ef þið viljið tuða við þættinum eða segja okkur eitthvað skemmtilegt, en þið getið sendt á þessa adressu. Takk fyrir að horfa, hlusta.